Já, það góðu tímar, heldur betur og fyrir okkur Eurovision aðdáendur þá þetta ekkert svona sérstaklega leiðilegi tímanni, það verður náttúrulega alveg að viðkennast og fyrir mig að fá núna tækifæri til þess að stúdera þetta örlítið svona viku fyrir viku núna í 3 vikur í röð, mér leiðist það ekkert voðalega og ég veit að Reynir Þór Eggertssyni leiðist það ekkert heldur. Er hann okkur? Það er bara að byrja að læja þér áður maður segir halló. Já, er það ekki? Jú. Já. Það er ágætt. Jú, þetta var skemmtilegt. Herra, við byrjum aðeins að spá í síðustu viku, þá fór þetta nú ekki alveg eins og þú spáður þessu. Nei, en ég menn þetta var nákvæmlega sem við vorum að tala þá, ég menn það skiptir eiginlega öllu máli í svona keppnum að það er hvað gerist á sviðinu og það var svo sannarlega það sem ég held að hefði skipt máli og lögða en frekar heldur en beinlínis lögin sjálf, það var hljóðið skipti máli og síðan bara hverju voru í stuð og hverjir ekki. Já. Og bara, mér var sviðsetningin hjá þeim, Rakel og hún Marnari, mér fannst hún rosalega vel unnin. Já, þetta kom skemmtilega út. Og já, ég fekk alveg bara svona góði gæsaflöðina, og ég var út í sal og mér fannst það æðislegt, sem ég hef ekki fengið áður, Ég átti nú alveg vonaði að Aron Hannes færi áfram og svo kom það mér, vonin mín rættist að Rúnar F færi áfram. Já, málið líka það, ég reyndar, svo ég gæst mér þínu að ég spáði því áfram á Rás 2 á laugardaginn. Ég var aðeins búin að stúdera lögina eins betur og átta mig á starfsningunni af þeim. Já. Þá einhvern veginn líka, og þegar maður svona setur aðeins í samhengi, menn að maður getur ekki litið fram fyrir því að það skiptir máli að hann frá Akureyri. Einfaldleikin skilaði sér bara líka mjög vel, ótrúlega vel. Hann var bara æðislegur. Bara rosalega flottur. Hann bara þéttur söngvari og tónlistarmaður. Mjög. Það sýndi sig bara. Ég held að sé að stimpla sig líka bara mjög vel inn í íslenskt tónlistarlíf. Já, maður vissi það reyndar alveg að Aron Hannes kemist áfram, og ég verð að segja, mér fannst það mikið flottari live á sviðinu heldur en í stúdíóupptökunni sem á netinu. Já, ég sá þeim eitt skrifa það. Það er eitthvað þegar hvernig hann mixaður röddina á honum. Mér finnst hún vera bara rosa væluleg og svona leiðilegu tónni henni í upptökunni, Skilji. En það var ekki að heyra þegar hann var að syngja þetta live. Og bara hörku þrjusa söngvari og bara performer, Já, þetta flottur strákur sem að framtíðinu fyrir sér. Algjörlega. Það var æðislegur live, Lagið hefði ekkert rosalega til mín, ég veit ekki það alveg fúslega, en ég menna þetta flott poplag. En ef við spáum aðeins í, laugardagskvöldinu nú sem að framöndan og setni undankeppninni. Ég held bara öllum áfram. Já, það víst ekki alveg hægt, Nei. Það er einfaldast, Já, ég menna maður vil hafa algjörlega rétt fyrir sér, það er ekkert ránt, þannig að, Nei, mér finnst þetta dálítið erfitt, maður veit nokkur daginn fyrir víst og það er nánast örugt að Svala fer áfram og hún er líka með flott poplag, þetta er juicy poplag þó að mér finnst það líkast afstæðskalaginu fyrir að full mikið, en ég hlakka bara til að sjá hvað hún er að fara að gera á sviðinu. Já. Þú veist, að ég bara trúi því og treysti að það verði eitthvað svaka flott, Ég veist að sé með hana svolítið þannig að fólk gerir held ég meiri kröfur til hennar heldur en allra hinna sem er að fara að keppa morgun og annarkvort verður þetta æðislegt eða þetta bara floppar. Ég held að það sjálfur ekki, það verður annarkvort bara alveg sprengja, á jákvæðan hátt eða neikvæðan, Já, ég sem farið samt áfram, í úrslit. Já, ég byrju lagið er svo sterkt og maður heyrir þetta lag sem ég heyri með stúdendum er að fólk er ánægt með, þannig að það er nokkuð örugt áfram, Síðan held ég að Aron Brink sé líka nokkuð örugur áfram ef hann stendur sig á sviðinu, hann er síðastur og það hjálpar. Hann er þessi strákur, bara einhvern veginn svo mikið gleði sprengja, ég veit ekki hvað það er við hann og lagið eða líka. Já, hann er æðislegur, bara, hann hefur bara svona mikið sólskin í sér, Algjörlega. Og ég held það, mér finnst það flott lag
síðan, sko, hvað verður lag nummer 3? Ég meina, Treyst á mig með henni Sólveigu, fjölskyldu lagið, Mægna lagið, það sól í því líka, sannarlega, og skemmtilegt að hlusta á það, og þú veist, það svona pínu Sonni Brink í því, sko. Já, sumir segja það geta orðið svona dark horse. Það alveg, þú veist, möguleg, ég meina ef allt gengur upp og þau eru með flotta sviðsetningu og svona, þá það alveg í baráttunni, sko. Mér finnst ástfangin með henni Lindu Hartmanns, mér finnst það eiginlega að vera besta viðurlagið í þessari keppni. Já. Mér finnst það rosalega vel útfært viðurlag, en mér finnst það aftur á móti, mér vantar eitt risi viðbót, það minnir mig dálítið við sér trú, og það vantar að enda upp, en þannig að skilum eftir svona lausu lofti, en mér finnst það alveg afskaplega fallegt, og ég er vona að það komist áfram. Svo eru Páll Rósinkrans og Kristína. Já, hún alveg að púla mig, sko. Já. Og ég bara hlakka til að heyra þau syngja lag. Ég meina, við vitum alltaf að hann með bestu söngurum landsins, og ef þau hitt á bara gott kvöld saman, ég held að það er svo mikið country í henni, sko. Já, svo gaman að heyra hana líka því að hann sagði mér að hún kann ekki íslensku, en hún næri sjálf. Já. Og þú veist, mér finnst bara mikið líf í henni, að þau eru líka með hérna í senn, sko. Og síðan það Daði Freyr sem með hvað með það, og ég meina, og það er bara svo allt öðru sem þau heldur nöfn hinlaugin. Það var allt öðru sig. Flottur strákur. Þú veist, æði, og ég náttúrulega ekki foreldra hans, þannig og þannig að það er svona erfitt að meta, sko, hvað mér finnst það rosa flott, þetta er náttúrulega svona 80s svona tölvu undirspil, sko. Já. Sem náttúrulega, þú veist, svona situr djúpt í manni frá því að maður var krakki úlingur, sko. Akkurat. Þannig að mér finnst þetta rosalega skemmtilega útfært lag, og ég bara vona að það nái áfram. Svona líka bara til þess að hafa meiri fjölbreytni í úrslitunum. Akkurat. Við erum allavega með Svölu og Aron Brink, svona örugt, og svo er spurning hver kemur. Já, og bara verða þetta er rosalega, eins og ég sagði fyrir viku síðan, mér finnst þetta rosalega sterk keppni, mér finnst mikið af góðum lögum, mér finnst erfitt að spá einhverju lagi að það fara ekki áfram. Ég hefði eiginlega kannski bara freka vilja sjá bara svona 12 superfænar og síðan bara, þú veist, deittuð út eitt af öðru, sko. Já, ég vilja sjá þetta bara gerast eins og hjá Svíjanum, ef við fengjum bara aðra þjóðir til að kjósa með okkur. Eða það. Það verður skemmtilegt. Það er þetta útfæra þessi keppna svo marga vegur, sko. En við veitum að það er náttúrulega spurning, ég meina verður wildcard, og ég meina ef það verður wildcard, hvaða lag verður það þá, sko? Já, akkurat. En það, þú veist, við hefum nú séð wildcard lag fara í super, þú veist, úrslita einvíði, sko. Já, nú er Rúi raunin búin að gefa það út að það er ekkert víst að það verði lag nummer 7. Þetta er bara svona kannski, alveg svo sagði fyrra. Það sagði líka kannski þá, og það var ekki. Já. Þá var ég allavega að vona Crazy færi áfram, sko. Já. Í fyrra, það var ekki. Þannig að ég held að þetta fara alltaf eftir bara hvernig dómnefndin, hvernig hennar úrslit rýma við meginúrslitin. Akkurat. Ef það er dómnefndin, eða það er eitthvað eitt lag sem stendur upp úr dómnefndin sem hefur ekki komast áfram, það held ég þetta sem meira þannig heldur en það sé verið svona að reyna að koma með söndalagi bara til þess að vera með það. Já, nákvæmlega. Við sjáum allavega hvernig þetta fer og síðasta laugardagskvöld kom okkur kannski svona smá ávart, við getum alveg sagt að þannig með kannski því sem að var búið að spá fyrir. Þannig að við sjáum hvað setur með morgundaginn. Algjörlega, sko. Við fáum að vera í bandi bara, Reynir, og fyrir úrslitin. Já. Ég sé bara góða skemmtum, bæði kvöld og annað kvöld. Bara sömu leiðist í því. Gaman að heyra í þér. Haltu fína. Já, bless. Bye.